Góðan daginn, gleðilegan hvíldardag. Við erum mætt hérna í Ingólfsstrætið á þessum fallega hvíldardegi. Alltaf forréttindi að fá að koma hérna í kirkju. Og líka velkomin til sem eru hérna í streyminu. Við ætlum að byrja hérna á nokkrum tilkynningum. Bara muni að hérna búðin er að þakka fyrir alla munina sem eru búnir að koma. Það ætlum að minna líka á, hún er alltaf opin á þessum tíma. Svo eru bænastundir á þriðjudögum í hádeginu kl. 12 og svo er einnig súpustofa á þriðjudögum, seinni partinn. En við skulum byrja þessa stund með því að syngja sálminn númer 3a. Ver þú mér hugsýn. Við skulum biðja. Himneski Faðir, við komum fram fyrir auglið þitt hér og við biðjum þig á sérstakan hátt að þú verðir hér til staðar fyrir þinn heilaga anda eins og þú hefur lofað, að þú sért hjá með okkur og leið okkur og opnir hugskot okkar ef við megum skilja og ná því sem þú vilt við okkur segja. Í lofgjörð, í söng, í bæn, Drottinn, vilt þú vera hjá okkur og leið okkur, við biðjum í Jesú nafni. Amen.
þá viljum við bara minna á hérna pósan og safnaðar gjafabókana frammi, þeir sem vilja leggja fram frjáls framlög, og svo verður væntanlega reikningsnúmer hér á eftir fyrir þá sem vilja millifæra. En ritningalesturinn sem Erik hefur valið í dag er úr 1. Jóhannesarbréfi, 3. kafli, 1. og til og með 3. vers. Við skulum rísa úr sætum. Sjáið hvílíkan kærleika Faðirinn hefur auðsýnt okkur, að við skulum kallast Guðs börn, og það erum við. Heimurinn þekkir okkur ekki vegna þess að hann þekkir hann ekki. Þið elskuðu, nú þegar erum við Guðs börn, og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá verðum við honum lík, því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Við skulum lúta höfði. Kærleiksríki himneski Faðir, takk fyrir að gefa okkur orðið. Takk fyrir að við getum komið saman á þínum heilaga degi og meðtekið þitt orð. Viltu vera með ræðumanninum þegar hann talar til okkar? Viltu vera með stundinni? Viltu líka vera með þeim sem ekki komast til okkar af hinum ýmsustu ástæðum? Við leggjum stundina og framtíðina í þínar hendur, í Jesú nafni. Amen. Nú ætlum við að halda áfram með því að syngja sálminn númer 6a, Allt sem fagurt finnst.
Nú erum við svo heppin að hafa hann Ágústo hérna hjá okkur. Hann ætlar að syngja fyrir okkur. Gjörðu svo vel, kom. Praise the Lord. You know that we are special, right? Special. Sorry. I said we are special. Við höfum sérstaklega tónlist We are very special because we are the most privileged people in the world. Við erum mikið forréttinda fólk í heiminum. We are Adventists. We are Adventists. Já, svo erum við líka And adventistar. as Adventists we are, Já. we believe that Jesus Christ is coming for us. Við erum sannfærið það að drottinn Jesús Kristur mun koma og sækja okkur. And we're going to heaven. Og við förum þangað. Yeah. There are many non-Adventists here, but they also believe the same thing. Amen, Yeah. amen, amen. Sorry for the technology. I will sing a song today Ég ætla að syngja titled til Peace in the Valley. lofdrottins. Það er friður í dalnum, Peace in the Valley. Yes. But I'm tired, I'm so weary, but I must move on to the lonely times and cold me away. When the morning's so bright and the land is alive, and the night is bright as you see. There will be peace in the valley for me. Someday there will be peace in the valley for me. There be no sadness, no sorrow, no trouble I've seen. There will be peace in the valley for me. The band will be gentle and the wall will be pale, and the lion surely down by a lamb, and the beast from the wild shall be led by a shout. All the shades shall from this creature that I am. There will be peace in the valley for me. Someday there will be peace in the valley for me. There will be no sadness, no sorrow, no trouble I've seen. There will be peace in the valley for me. There will be a day
all our problems will be over. We live peacefully in heaven. And of course, we forget whatever we're going through here in the world and on health. Let's keep this hope. Let's keep our belief in Jesus. Oh, there will be peace in the valley for me. Someday there will be peace in the valley for me. There will be no sadness, no sorrow, no trouble I've seen. There will be peace in the valley for me. There will be no sadness, no sorrow, no trouble I've seen. There will be peace in the valley for me. Amen. Þakka þér kærlega fyrir þetta, Ágúst. Þetta var mjög gott. En nú ætlaði hann Erik að koma og tala til okkar. Já, góðan dag. Takk fyrir, Gustavo, fyrir að syngja frið á þessum tímum. Þá það gott að minnast á að það friður í vændum og fögnuður. Thank you for your message about peace. We need that. Thank you so much. Mér langar til þess að bera fram hér uppáhaldstexta einn af mínum uppáhaldstextum. Það gott að finna og undirstrika lykiltexta í Biblíunni. Við höfum verið að gera það svolítið hérna undanfærið hjá okkur þegar við verið að lesa Hebreabréfið í bænahóknum. Þá höfum við einmitt verið að leggja áherslu á þetta, að finna þessa gimsteina, þessa dýrperlur sem eru í ritningunni og að undirstrika og hafa það fyrir sjónum okkar. Eina slíka perlu að finna í fyrsta Jóhannesarbréfi, 3. kaflan, 1. versi. Ég segi þetta, þá alveg viss það ykkur hérna sem bara muna þetta alveg utan bókar, sko. En þannig hljómaða eins og hérna var búið að lesa hérna áðan. Sjáið hvílíkan kærleika Faðurinn hefur auðsýnt okkur, að við skulum kallast Guðs börn, og það erum við. Stórkostlegt vers. Og hérna, sjáiði, í því felst svolítið upphrópun í raun, það ekki? Sjáiði. Og líka boð í því sama. Það fær okkur til þess að staðnæmast í lotningu og undrun og reyna að hugleiða. Sjáiði. Merkilegt. Enda stórkostlegt boðskapur sem þessi kemur með. Þekktur sálmur segir: hvers konar kærleikur er þetta, sem gaf sjálfan sig fyrir mig? Ég sá seki
samt fer ég frjáls. Og Jóhannes spyr líka í raun hér, hvaðan kemur þessi kærleikur? Frá hvaða landi er þessi kærleikur? Frá hvaða kynstofni kemur hann? Því hann er svo framandi. Hann er svo utan þessa heims, óverðskuldaður, óviðjafnanlegur, ólíkur kærleika þessa heims og meðal fólks í þessari plánetu. Já, kærleikurinn sem Jóhannes postuli þekkti og þekkir og vill að við þekkjum öll gegnum Jesú Krist er mesti kærleikur allra tíma. Kannski þekkir ykkur betur annað lag, ég var að vitna í sálm hérna áðan, en kannski þekkir ykkur annað poplag sem heitir The Greatest Love of All, sungið af Whitney Houston. Hún söng það og komst á topp vinsældalistans með það lag, en harmleikur lífs hennar segir okkur þó að þó hann hafi alist upp og byrjaði að syngja í kirkju, að hafa hún kannski aldrei sjálf náð að uppgötva þennan mesta kærleika heimsins í raun og veru. Og vissulega þá er í textanum hér, í lok textans hjá henni, þetta viðkvæði, að læra að elska sjálfan sig er mesta ástin allra tíma. Er það nú rétt? Sjálfselska. Það er þetta mikilvægt að vita hver við erum. Og Jesus talar líka um það, við erum að elska okkur sjálf að einhverju leyti, en ekki í egoisma, ekki í sjálfselsku. Þú munt aldrei skilja hvernig á að elska sjálfan þig á réttan hátt, án þess að kynnast dýpt kærleikans sem Guð hefur til þín. Það er númer 1. Sálmurinn hljómar svona áfram. Hver er þessi maður sem leið þjáningar dauða, sem hefur ekkert rangt gert en var krossfestur fyrir mig? Hver er hann? Hann afsalar sér hásæti sínu þannig að ég fengi að kynnast kærleika Guðs. Hver er þessi maður? Þegar Adam og Eva synguðu, varaði Guð þau við að það myndi geta leitt til dauða. Og það myndi leiða til dauða. Svo fórnar hann dýri til þess að klæða þau og vernda þau. Þannig er kærleikur Guðs. Og eftir að hafa bjargað fólki sínu úr þrældómi, kvörtuðu þau, fólkið, Ísraelsmenn, í sífellu og í eyðimörkinni og mögluðu gegn Guði og gegn Móse. En samt sá Drottinn þeim fyrir öllum nauðþurftum þeirra og gaf þeim kraftaverk í 40 ár. Þannig er kærleikur Guðs. Jesús segir okkur frá föður sem hljóp, og það var sjaldgæft að æruverðugur maður, eldri maður, myndi hlaupa á þeim tíma, en hann hljóp af stað til þess að faðma að sér eyðslusaman villtan son
sem kom heim í skítugum fatagörmum eftir að hafa sóað öllu og lítist við öll forréttindi og eigur sem hafði nokkurn tímann fengið. Allt var sóað og gefið burt og eyðilagt. En í stað þess að ávíta soninn eða bíða eftir því að hann myndi gera hreint fyrir sínum dyrum, hélt faðirinn veislu og gefur honum dýrar gjafir, hring, skikkju, sandala. Þannig er kærleikur Guðs. Já, það má finna lýsingu á djúpum kærleika í heimsbókmenntunum jafnvel. Victor Hugo skrifaði í bók sinni Le Miserable eða Vesalingarnir Mirial biskup sem fyrirgefur þjófi eftir að hafa tekið á móti honum inn í hús sitt, nýkomnum úr fangelsi, að þá fullvissar hann að allt í heimilinu sé hans. Allt í heimilinu er þitt, segir hann við þjófinn. Og þá slær fanginan þessi fyrrum fangin biskupinn niður og stal silfur hnífapörunum og hljóp út í nóttina aðeins til þess að vera gripinn af lögreglunni. Og þið þekkið þessa sögu þetta, en hún er stórkostleg. En þegar lögreglan kemur aftur inn í hús biskupsins með þennan fyrrum fanga skelfingu lostinn, segir biskupinn sem Victor Hugo mótar eftir raunverulegri persónu: svo hérna ertu þá. Ég er ánægður að sjá þig aftur. Varstu búin að gleyma því að ég gaf þér líka kertastjakana, silfur kertastjakana? Og þegar lögreglan bara hristu höfuðið. Þetta er furðulegt. En þegar hún svo fer, lögreglan, þá hallaði biskupinn sér að Valjean og segir lágri röddu: Jean Valjean, bróðir minn, þú tilheyrir ekki lengur hinu illa, heldur hinu góða. Það er sál þín sem ég kaupi af þér og gef hana Guði. Jean Valjean var ekki lengur undir valdi þess sem hann hafði gert rangt í fortíðinni, heldur undir valdi kærleikans sem honum hafði verið sýndur. Þessi ótrúlega náð, þessi gjöf óverðskuldaðs kærleika frá einstaklingi sem hafði getað kært hann og dæmt hann, byrjaði andlegt ferli sem hófst í raun með kreppu ástandi hérna hjá fanganum í hjarta Valjeans, sem svo breytti honum og ummótaði hann að eilífu eftir það, eins og þið munið, þið sem hafa fylgst með eða séð þetta leikrit eða þessa sögu. Hvers konar kærleikur er þetta? Sjáu þið hvílíkan kærleik að Faðirinn hefur auðsýnt oss, að við skulum kallast Guðs börn. Og þegar Jóhannes skrifar þetta, er hann enn að reyna að komast í skilning þennan óskiljanlega kærleika Krists. Þrátt fyrir öll þessi mörgu ár sem hefur liðið þarna frá því að hann uppgöða og kynntist Kristi fyrst. Þessi ókeipis
kærleiksgjöf sem færir okkur út úr sektarkennd og fordæmingu til fyrirgefningar og til ættleiðingar. Anthony Delany, prestur, segir svo frá í predikun sem hann hélt: þegar ég var að leita að mannlegum myndum sem getur hjálpað okkur að skilja kærleikann, las ég konu sem heitir Shaletta Evans. Hún fór eitt sinn inn í hús frænku sinnar til að sækja fjölskyldumeðlim og skildi 3 ára son sinn Casson eftir sofandi í bílnum. Þá heyrðust skothvellir og byrjaði þarna heilmikil skotárás glæpagengja og þetta kostaði son hennar lífið. Litli drengurinn hennar dó í þessari skotárási. Árásarmaðurinn Raymond Johnson, sem þá var 15 ára, var dæmdur í lífstíðarfangelsi. Líf mitt varð hringiða ólýsanlegrar sorgar og söknuðar, sagði Shaletta. En hún lenti líka í andlegri reynslu þetta kvöld og heyrði rödd þarna kvöldið. Og eftir það tók hún ákvörðun að fyrirgefa, ekki síst vegna hins sonar hennar. Mörgum árum síðar reyndi svolítið á þetta heit hennar þegar Raymond skrifaði hennar póst úr fangelsinu og bað hana ekki aðeins að hitta sig þannig að hann gæti beðist innilegrar afsökunar og gefið henni tækifæri til þess að segja frá því hver sorgmæddur hann í raun væri eftir að hafa eyðilagt líf hennar. Heldur en frekar segir hann þetta, og við vitna hér í Charlotte. Hann spurði hvort ég myndi vilja vera móðir hans. Charlotte mundi eftir loforði sínu fyrirgefningu þarna kvöldið og hún samþykkti að hitta Raymond og í lok margra klukkustunda samtals sagði hún: ég fór þaðan eftir að hafa faðmað Raymond að mér. Ég samþykkti að líta á hann sem son minn því að hann var án foreldra. Eftir þetta, í 10 ár, talaði hún við Raymond í hverri viku, lagði peninga inn á fangelsisreikningin hans og beitti sér fyrir því að hann yrði látinn laus. Og eftir að hafa afplánað í 26 ár stóð Charlotte svo þarna við hliðið með eldri syni sínum þegar Raymond kemur svo út að nýju og mætir nýju fjölskyldunum sinni. Og blaðamaður þarna viðstaddur og spurði: hvernig í ósköpunum gastu samþykkt að taka við morðingja sonar þíns sem syni þínum? Og hún sagði einfaldlega: ég vildi ekki að sjá hann þjást lengur. Sjáið hvílíkan kærleika, sjáið hvílíkan kærleika. Hversu mikill sem mannlegur kærleikur þá kærleikur Guðs
enn miklu meiri, margfalt miklu meiri. En samt svo dásamlegt og fögur mynd af kærleika milli fólks. Þannig að kærleikur Guðs, þannig kærleikur Guðs einnig. Faðirinn hefur gefið okkur slíkan undursamlegan kærleika. Og þetta alls ekki endir alls hér. Þetta ekki kannski það allra mikilvægasta. Hversu undursamlegt sem það Þetta í raun bara byrjunin. Þegar við erum ættleidd inn í fjölskyldu Guðs, þá byrjar umbreytingarferli á sér stað. Allt sem kærleikurinn snertir byrjar að umbreytast. Við byrjum að líkjast fjölskyldunni. Tökum að líkjast fjölskyldunni. Þið, það stendur hérna í öðru versuna, þið elskuðu, nú þegar erum við Guðs börn og það ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá verðum við honum lík því að við munum sjá hann eins og hann Það ekki stórkostlegur forréttindi. Tókstu eftir því að það stendur nú þegar. Það ekki eitthvað bara út í framtíðinni, þetta ekki eitthvað sem tekur langan tíma. Nú þegar. Nú það þegar orðið. Ekki bara í framtíðinni eða þegar við komum til himins, heldur hér og nú. Við erum börn Guðs núna. Það á ekki að gera okkur stolt, heldur auðmjúk. Nú, okkur ekki hafnað, við erum konungsborin börn Guðs. Konungsborin börn Guðs. Irenaeus kirkjufaðir sagði, hann varð eins og við erum, svo að við gætum orðið eins og hann það ekki frábær setning? Hann varð eins og við erum. Hann varð maður, tók á sig mannleg kjör til þess að við gætum orðið eins og hann Stórkostlegur forréttindi. Þessi kærleikur mun umbreyta okkur. Þar við erum í fjölskyldunni munum við bera fjölskyldu einkennin. Sjáu hvílíkan kærleika Faðirinn hefur til okkar. Trúir þessu? Amen. Að við séum kölluð til að verða synir og dætur Guðs. Eins og stendur í Jóhannes Guðspjalli í 1. kaflanum, þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt, né af vilja manns, heldur eru þau af Guði fædd. Þetta eru góðu tíðindin, undursamleg tíðindi. Megi Guð leiða okkur í göngunni með honum. Amen. Þakka þér kærlega fyrir, Erik. Mjög góð orð. Þá skulum við syngja salminn númer 66. Vor feðra Guð.
þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það var gaman að sjá ykkur í dag. Takk ykkur fyrir sem eru hinum megin í streyminu. Takk ykkur öllum sem tóku þátt. Bara eigið þið dásamlega hvíldardag. Hann Erik ætlar að ljúka með blessunarorðum. Skulum við rísa á fætur. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum ég að bjóða ykkur öllum að koma hér inn í hliðarsalinn þar sem við munum borða saman. Gjörðu þið svo vel. Takk fyrir mig. Spennandi.